Það sigur í DHL-höllinni, annar í röð fyrir ykkur hérna. Í þessum leik, hvað að gerast? Hvað sigrið þennan höllinu? Margfægt sko. Mér fannst við sýna bara svona ákveðna yfirvegun. Þar að segja, mér fannst varnarleikurinn nokkuð fínn í fyrri hálfleik. Vorum ekki að hitta vel. En þó að við hefum mist á einhver 5-7 stigu, þá var aldrei eitthvað panik. Við heldum bara áfram, trúðum á það sem við erum að vinna með. Töluðum það í hálfleiknum, tveggjastega leikur. Við höfum oft komið hérna og spilað vel í fyrri hálfleik eins og svo margir aðrir, en ekki klára. En hérna hefðum fulla burði til þess. Og hefðum svigrúm til bætinga í mörgum þáttum og töluðum það. Við vorum ekki að skjóta boltan vel fyrir utan línu, en við vorum að taka góð skot. Og mér fannst bara varnarleikurinn þéttast við síðara hálfleik og mikill vilji, þó að við lendum undir aftur og sýndum menn bara stáltaugar og mikinn vilja, náðum stóru stoppum. Skotin voru að detta hjá ykkur líka? Og skotin duttu, ég meina hópinn endar í einhverjum 7-8 stóðstíkum og ég meina hann hefði átt að vera með 15. Hann á hvílir til fyrir menn og hérna, ég hef engar áhyggjur af þessu, ef þetta svo Ólafur Helgi, Magic, Ragnar Örn, þessi strákar sé að missa og opna þrista, ég hef engar áhyggjur af þessu, það dettur fyrir síðar, en það ísaði Óli leikinn með einu slíkum í restina. Þeir voru að standa sína plikt varnarmegin og meðan við spilum vörn á þessu kaliber, halda besta leið landsins í 75 stigum á þeirra heimavelli, þá viljum við náttúrulega vinna leikina. Og hérna, eins og ég segi, mér finnst við bara klára hana leik mjög sterkt og þetta var svona mjög góður prófsinn á bara svona viljastyrkinn og karakterinn liðinu. Við vissum að við erum að fara inn í Tuttan og við erum Stjörnuna heima og Tindastól heima, fóru Akureyri fyrir norðan á milli. Þannig að hérna, besti vinur minn sagði við mig Einar, þú gerir grein fyrir því að þú getur tapað öllum þessu leiki. Ég sagði já, þú gerir grein fyrir því að við getum unnið á alla. Fyrst kominn og nú þurfum við að vinna bara rétt á hlutunum. Við þurfum að byggja ofan á þetta og passa okkur á því að við erum ekki bestir í heimi. Við unnum frábæra sigur og við þurfum að spyrja okkur bara að því í klefunum eftir af hverju og reyna að taka það með okkur í hérna næsta heimaleik á móti Stjörnunni sem að verður bara tuttaleik. Það er ekkert erfitt að koma þeim á jörðina aftur eftir svona? Ég meina, KR eru nú ekkert vanir að tapa hérna sko, ekki í deildinni? Nei, ég fann það samt alveg í aðdraganda þessa leiks að það var alveg trú til staðar. Við vorum búin að koma hérna fyrir mánuði síðan og vinna góðan sigur og því ég sé góðan, þú veist, bara að vinna sko, það var ekki príma körfuboltaleikur. Þeir búin að bæta náttúrulega Kana við síðan og Pavel kom þó að það reyndar hafi orðið tímið stöðstopp í þetta skiptið. En hérna, ég fann alveg hugarfarið í vikunni var virkilega gott og menn höfðu virkilega trú á þessu og það skein alveg í gegn hérna, fannst mér bara í allt kvöld, þannig að nú bara gleðjumst við í kvöld og hérna jöfnum okkur á þessu á morgun og svo bara hefst ný vinnuvika á sunnudaginn og þurfum að undirbúa okkur vel fyrir það að mæta. Já, ég meina, ég vil ekki að segja meðan að KR ríkjandi meistari, næstbesta liðinu, en Stjarnan er virkilega gott lið og hefur ekki tapað leik, þannig að það er stórt challenge og við ætlum að gera betur á heimavelli í vetur og það hefur gengið til þessa, en nú fáum við stórt test. Það er bara til ykkur fyrir næstu föstu. Takk.